Þriðji kafli, hann fjallar það hvaða spurningum hagfræðin reynir að svara og þá það þessar í raun og veru 4 spurningar. Hvað á að framleiða og hversu mikið og við sjáum eftir í raun og veru hvað veldur því eða hverjir ákveða það og hvaða aðferð hentar best. Eigum að nota mikið af mönnum eða vélum og hverjir eiga að fá framleiðsluna og hverjir taka ákvörðun framleiðsluna. Þetta eru spurningar sem við skoðum hér á eftir. Þannig að fyrst það hvaða vörur á að framleiða og hversu mikið og ef þið munið eftir framleiðslujaðrinum í síðasta kafla að þá munið þá var það svona, nú get ég ekki teiknað hérna inn en þá þetta svona X-ás og þetta Y-ás og þá var þetta svona bogadreið munið. Og þá á maður að velja sér stað á þessum framleiðslujaðri ef við erum að hugsa þetta svona sem eitthvað land sem framleiðir bara 2 vörur eða eitthvað slíkt og við ætlum að ákveða hvort við ætlum að framleiða eingöngu fisk eða eingöngu kjöt eða hvort tveggja. Og þá þurfum við, ef við ætlum að nýta alla framleiðsluþættina, það er að segja, við ætlum að nýta allt það sem getum fengið úr náttúrunni, við ætlum að nýta fólkið svo það hafi vinnu og við ætlum að nýta vélarnar og annað slíkt. Að þá þurfum við að velja okkur eitthvað stað og á þessar línu ætlum við að framleiða kannski hluta af fiski, eitthvað af fiski og eitthvað af kjöti og þetta ýmist að þessi ákvörðun hvað á að framleiða og hversu mikið ýmist tekin á markaðnum eða af stjórnvöldum. Þannig að markaðurinn ræður, þá það framboð og eftirspurn sem ræður því en annars það stjórnvöld og svo þetta blanda af hvoru tveggja og þá það blanda hagkerfi eins og tölum síðar. Og hvaða aðferð hentar best, við getum verið með einhverja aðferð sem mjög mannaflsfrek og þá getum við hugsað okkur bara landbúnað í gamla daga að þá var sá fjöldi manns það að slá túnið og raka saman og koma þess inn í hús en núna það kannski einn maður og einni vél. Þannig að í gamla daga var þetta mannaflsfrek aðferð en núna getum við kannski sagt að hún sé fjármagnsfrek, það er að segja það dýrar vélar sem notaðar í þetta núna og sem miklu fljótari náttúrulega. Þannig að markaðurinn það sem skiptir máli, þá það mannaflsfreka aðferð eða fjármagnsfreka aðferð sem ræður því en bara hvað þetta kostar. Annars það stjórnvöld og svo þetta blanda og sem sagt ef það mikið ódýru vinna á það blanda hagkerfi eins og nota frekar tölum dýrar vélar og svo öfugt. Nú í þriðja lagi þá spurning hverju getur verið með framleiðsluna, einhverja aðferð sem mjög mannaflsfrek og þá getum við hugsað okkur bara landbúnað í gamla daga til dæmis að þeir sem hafa mestu tekjurnar geta sáu fjöldi manns sem að slá túnið og raka saman í raun og kaupa markað koma þess inn í hús kaupa en núna það kannski einn maður og einni þannig að fólk þurfa að hafa eitthvað tekjur. Í gamla daga var þetta mannaflsfrek aðferð þannig að tekjuskiptingin ræður kannski framleiðsluna og fjármagnsfrek, það er að segja það dýrar vélar sem notaðar í þetta núna og það svona og sem miklu ýmist að það eru þeir sem geta boðið hæsta verðið fá sumar vörur en síðan koma stjórnvöld líka inn í og ákveða að það þurfi kannski allir að fá ákveðna vöru og borgar þá fyrir það
og það gæti verið til dæmis bólusetning hjá okkur. Það er ekki spurt tekjur þegar ákveður hvort það bólusetta börn hér á Íslandi. Og númer 4, að hvernig eru ákvarðanir framleiðsluna teknar. Það tvennt að ræða að það annaðhvort að markaðurinn tekur þá ákvörðunina og þá það framboð ef að það mikið af vörunni sem að það að segja ef einhverjir vilja kaupa vöruna þá einhverjir framleiðendur sem vilja framleiða hana og þannig að smám saman ná þeir verður einhver eining verðið. Þannig að okkur, einhver hóp manna vantar einhverja vöru og þá einhverjir aðrir tilbúnir til þess að búa hana til. En svo það líka að stjórnvöld ákveði hvað á að framleiða og eins og ég talaði með bólusetninguna þá stjórnvöld ákveða það að það sé ókeypis bólusetning fyrir börn og þá það búið til svo vara á verðinu, neytendur borga náttúrulega ekki neitt en auðvitað þarf að borga fyrir vöruna og það þá stjórnvöld sem gera það. En það líka eins og í gömlu Sovétríkjunum að þá bara var ríki sem ákvað hvað átti að framleiða. Það var ekkert endilega eftirspurn eftir því. Nú, við skulum skoða maður getur alltaf spurt sig þessar spurningar, hávaxspurningar, hversu mikið, hvernig, fyrir hverja og ef við segjum hvað framboð og það það sem framleiðendurnir eru tilbúnir til þess að framleiða ákveðnu verði. Ef að verðið 2, þá ég bara tilbúin til að framleiða eitthvað lítið. Ef að verðið hækkar upp í 4, þá ég kannski tilbúin að leggja meira á mig og framleiða meira eða það fleiri sem koma inn í dæmi, fleiri framleiðendur. Þannig að það framboð. Eftirspurnin hins vegar hvað neytendur vilja kaupa á ákveðnu verði. Þeir eru tilbúnir bara til að kaupa einhverju vissu verði og þá munu framleiðendur og neytendur ná saman eitthvað ákveðið verð sem þá svokallað markaðsverð og það kemur meira það seinna. Nú, ef eftirspurn eykst, ef við erum núna að kaupa eitthvað og allt í jafnvægi og borgum eitthvað ákveðið verð. Ef við viljum svo fá meira af þessari vöru og það ekkert meira framboð, þá förum við að berjast vöruna og þá hækkar verðið. Og þetta akkúrat eins og leigumarkaðurinn núna hér á Íslandi. Nú, eða árið 2014, ekki segja það. Framboð og ef við hugsum aftur húsnæði, þá það minni en eftirspurn. Þannig að það eru færri sem vilja, eða ekki nógu margir sem vilja leigja út íbúðirnar sínar og því hefur leiguverðið hækkað. Og ef við vindum okkur svo yfir í einhverja bara vöru, að ef að það kemur mikið af kartöflum upp á haustin, þannig að það verður miklu meira kartöflum til heldur en menn eru tilbúnir að kaupa, að þá lækkar verðið á kartöflum og svo öfugt. Þessar glæri hér eru útskýrðar sérstaklega í öðru vídeói. Og svo þarna var markaður sem við vorum að tala að hann tæki ákvörðun hvað var framleitt og hversu mikið, það er bara eftirspurnin og framboðin sem ráða því. En svo þarf að hið opinbera líka að koma að ákveðnum málum. Og ef við horfum fyrst á það, hvaðan fær ríkið peningana sem það notar og það vitum við að það innheimtir skatttekjur, bæði tekjuskatt og virðisaukaskatt og fleiri skatta og síðan tekur það lán. Þannig að þaðan koma peningarnir sem ríkið notar
og stundum bara virkar en stundum virkar ekki markaðurinn. Sko, það er að segja að ef við ætlum bara að láta markaðinn ráða að þá myndi sumt ekki vera framleitt. Það bara engin einstaklingur eða fyrirtæki sem tilbúin að framleiða og bjóða kannski upp á slökkvilið. Það hefur aldrei verið til með sér að vera slökkvilið eitthvað einkarekið eða lögreglan eða hafnargerð, vegagerð eða eitthvað slíkt. Að það ríkið sem hefur ákveðið hvað á að gera mikið. Það má þó segja það að í vegagerðinni að þá Hvalfjarðargöng dæmi það að ríkið er ekki ríkið sjálft hafði ekki forgöngu að gera Hvalfjarðargöng og það sérstakt fyrirtæki Spölur sem að sér það. Þannig að og svo svona og önnur þegar Keflavíkurvegurinn var byggður að þá var fyrst rukkað fyrir að keyra hann þó að það nú verið ríki sem að koma þeirri framkvæmd. Og stundum borgar ríkið niður, það er að segja það greiðir á móti hverjum nemanda eins og í framhaldsskóla, það greiðir með hverjum vistmann og elliheimili og svo framvegis. Og það sem að framhaldsskólaneminn kostar núna 2014 er líklega komið upp í 700–800.000. Nú, við þurfum að athuga þessi þrjár tegundir á hagkerfum. Það er þetta markaðshagkerfi þar sem ákvarðanir eru allar teknar á markaðnum og síðan er það þetta miðstýrða kerfi þar sem var í gömlu Sovétríkjunum og er í Norður-Kóreu og þar sem að stjórnvöld er að taka allar ákvarðanir, flestar eða allar ákvarðanir. Og síðan er það blandað þessu hvoru tveggja og það er í raun og veru að öll raunverulegu hagkerfi eru blönduð. Það er eitthvað sem ríkið gerir og eitthvað sem markaðurinn gerir. Og síðan getið farið yfir bara einkenni hreins markaðshagkerfis og miðstýrs hagkerfis, blandað hagkerfi og síðan hver álitamálin eru í þessu öllu saman. Og